Halló, 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 halló. Flott svona. 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 Gott kvöld, gott fólk. Helgi heiti ég og ég ætla að vera með ykkur í kvöld þar sem við fylgjumst með Skautafélagi Reykjavíkur taka á móti Fjölni í U16. Við búumst við jöfnum leik þar sem síðasti leikur fór 7-6 Fjölni í vil, naumlega. Þannig að við hlöggum til að sjá hvað gerist.
Einu sem stendur í deildinni eru Víkingar efstir með 21 stig. Þar aftur koma Fjölnir með 12 stig. Svo koma SR með 6 stig og á botninum eru Jötnar með 0 stig. Með sigri geta SR-ingar minnkað stigamuninn niður í 3 stig, en ef að Fjölnir vinnur þá eru þeir búin að minnka bilið á Víkinga og stækka bilið á SR-inga. Þorsteinn tekur face-offið. Bríð setur hann í battan en kemur honum ekki á ylfu. Hinrik tekur hann upp. Setur hann í vörnina sem ætlar að renna yfir sendingu sem kemst næstu því. Á spáðan. Þannig kemur sendingin í gegn upp á varnarmanninn. Ylva kemur sem bekki út. Skot hérna á mark sem Halli á ekki árið með að verja. Hörð pressan hjá Þorsteini. Pökkurinn pikkar upp þarna en missir hann leið. Styrmir kemst ekki í gegnum þétt fortök S-ringa. Fjölnir segi ég. Dæni setur pökkinn djúpt. Hörð pressa hann á Kristínu. Þannig að sendinga svo aftarlega en Fjölnir komaði núna upp á hraðanum. Baldur með hraða, reynir að komast inn á markið. Ætlar að skjóta en Kíran fer yfir pökkinn. Þar sem Friðrika pikkar hann upp á Brynju sem leitar að miðjunni en þar er enginn nema Fjölnismenn. Það var rangstæða, já. Mér sýnist þetta vera Fannar gegn Þorsteini í face-offinu. Þorsteinn stigahæstur í SR. Og hann tekur face-off vinnir og Bríði sem kemur hann með Ylfu og hún ætlar að koma hún djúpt. Þar pikkar Emilian upp og setur hann til D en fær hann aftur og setur hann aftur. Já. Þorsteinn alltaf, já hann nær svona. Hann er í, og setur hann upp á Styrmi sem nær ekki skotin í gegn. Nær ekki alveg að taka með sendingum nógu vel. Upp á Sæþór sem alltaf setur hann yfir á Bríði en setur hann niður á marki í staðinn. Þorsteinn hann í slottinu, hringstólar eitthvað, skítur, það fyrir killun á andstæðingi. Styrmir ætlar að taka múr þannig en missir pökkinn. Heldur þó í hann. Köttinu stætið skítur, það er varið hana hjá Elmari. Fannar slær pökkinn frá Þorsteini en Fjölnir kemur pökkinum út og fyrir skiptingu. Bríði rennur pökkinum í hana Kristínu sem kemur hann upp á Þorstein sem ætlar að gera þetta sjálfur. Kemst í gegn en er stíft pressað hana. Missar að lokum pökkinn og Fjölnir reyna að breyka út. Þetta, já, hann á rangstað. Gabriel vinnur face-offið hana. Það fer djúpt. Brynja pressa stíft. Sendingin kemur undir kilfuna. Nær á Hinrik. Hvað ætlar hann að gera? Hann ætlar að setja pökkinn djúpt en Dæni stoppar hann. Kemur hann með hann á Friðriku.
sem missir hann að pökkinn í gegnum hann. Henrik ætlar að setja hann í miðjuna þarna. Kakos Kilva í leiðina. Bríet að berjast, þarna þarf ekki að hjálpa henni. Hann kemur Baldur, fleifærið miðjuna. Benni tekur hann þarna. Flott vörn þarna. Hann fer aftur. Það er dómur. Nýing. Ég sá þetta ekki frá sama sjónarhorni og dómarinn. En það er ljóst að Benni er ekki saman þessum dómi. Já, þegar ég hugsa það gæti það verið. Ég sá þetta ekki alveg nógu vel. En þá er Fjölnir kominn í yfirtölu og þeir spila 5-4. Þorsteinn vinnur face-offið, Njáru Dæni sem ætlar að koma nú út en hann endar uppi á Axel sem ætlar að skjóta, hittir ekki pökkinn, hann kominn í slottið, það er skot! Það er varið hana. Ylva þarf að koma nú út hana en fer upp á Baldur. Beinti Þorsteinn, hann er kominn á ferðina, það eru 3 í kringum hann, hvað ætlar hann að gera? Fer að til hliðar, herðu, köttur hann í miðjuna, aftur, rétt svo missar hann frá sig. Þorsteinn stýrir, nær honum, tekur það rólega og þetta er komið djúpt. Flott fóttökana, hefði mátt fara lengra niður. Sendi ekki skautana og Baldur nær honum aftur. Sæður slæðir hann á honum, en þar kemur hann ekki út. Skota mark, rétt svo yfir. Sá ekki hvort það hefði farið í Kilvu eða ekki. Friðrika. Sæður skýtur honum í burtu en endar á Kilvu hjá andstæðingi. Hart sótt þarna. Droppa niður, skot. Sæður blokkar þetta. Rúmlegar 30 sekundur eftir af refsingu Benedikts og hann slapp rýbandið en SMN komið í fráhættu. Henrik þarna með þetta, setur hann fyrir framann. Brít stoppar þetta en þau eru erfiðleikum með að koma bekkinum út. Hann sending inn í slottið sem fer í skautana. Brít, já það setur hann með djúpt. Og á meðan SMN fer í skiptingu ætti Benni að koma úr bóksinu. Þannig að þessi erfiðleikum hann en nær finnur Styrmi sem er komið... Hann hafði meiri tíma hann en hélt. Dæni er fyrst í hennar bakk eða hvað? Ok, Dæni setur hann út og Styrmi nær þessu. Hann nær þessu. Já, og hvað gerir hann? Hann rúffar þetta! 1-0 SR og tekur flott sell í hennar. Og það er endursýning, við sjáum hérna hann nær bekkinu með ölla. Setur hann bara rólega yfir á bakhundina og upp í innri stöngina á netinu. Staðan er 1-0, 13 mínútur eftir af fyrsta leikluta. Friðrika tekur hér face-offið á móti Gabriel sýnist mér. Sem Gabriel vinnur. Sending kemst inn í miðjuna aftur á hann setur hann djúpt og hann er með mikinn hraða. Kemst á undan Benedikt hana, en nær skot hana, þetta fór yfir.
Benni ætlar að fæ puckinn, gefa hann strax frá sér beint upp á Fjölnismann. En inn í slottið sem hann einn halli verið það. Hann setti djúpt á Benedikt. Núna ætti að geta að breaka át. Ok, hann er alltaf að koma út puckurinn og SRN getur fengið skiptingu. Missir hann að puckinn. Eða það má skilja hann sem drop. Dagný sendir á Kristínu sem hittir ekki puckinn og Fjölnir heldur fram í sókn. Það sendir ykkur Baldur, hann tekur nokkra snúninga í slottinu en kemur hann til hliðar sem er skot beint í handskunum Haraldi. Þorsteinn tekur face-offið gegn Baldri og Baldur rétt svo vinnur þetta. Upp á Axel sem setur þetta djúpt bak við markið. Þorsteinn tekur á mótunum, finnur hana Ylfu, hann leitar á miðjuna á Styrmi og finnur hana. Hann kemst í gegn, hann er einn, hann... Það er vel varið þarna hjá Elmari. Hann var stíft backcheckað á Styrmi en hann hafði ekki mikið pláss til að gera mikið. Reynir saman múið aftur og Elmar las hana. Bríett setur hann djúpt. Axel tekur hann upp á hraða en nær ekki alveg sendingunni á spaðanum. Missir puckinn aftur fyrir sig. Styrmi tekur hann upp aftur. Er í stökustu vandræðum hann það. Sættur orðan niður, kemur niður, setur D2D á Dagníu sem ætlar að finna upp á Friðriku, finnur það. Kemst ekki fram hjá hvaða Gabrielsson sem er. Dagný setur hann yfir að Kristján er komið með hann en missir hann frá sér. Dagný tekur á mótunum, setur hann niður á Benna sem tekur sendingu upp á Friðriku sem finnur Kristín í miðjunni. Setur hann puckinn yfir á Brynju sem skaut en hann nær Þorsteinn sendingu sem ætti að fara yfir. Tekur einn stund og þetta fór yfir. Hann ætlar að setja þetta upp á Benna þarna en Kilva fyrir. SR óniður leikinn og gefur Fjölnismönnum tækifæri að skipta. Sending kýpur á kantinn á Styrmi sem finnur ætlar hann að finna fast inn í miðjunni en sendingin var óaftarlega. Það er röngstaða. Þörn upp á Hinrik, inn í miðjuna á Baldur. Hann tekur Svein til hliðar, skýtur low pad þannig að hann getur tekið rýbandið. Hann hefur aðeins nær. Hann nær pekkinum. Sýnir svona ætlar hann að finna Styrmi þarna en Hörðu, Bríð stoppar þetta. Hann komur ekki nokkið að hana. Styrmi er aftur komin einn. Þriðja breakaway, hvað gerir hann? Skýtur bara, vel var rebound skorar. Þetta var auðvelt. Bara varnarmennir skildi hann eftir, við sjáum hana og hann bara skýtur, vann fyrst en svo bara heldur hann að draga markið og tekur reboundið og kemur þessu inn. 9 mínútur eftir 2-0. Friðrik að vinna face-offið gegn Baldri. Sver milli varnarmannanna en Dagný pikkar hann upp fyrir aftan markið. Setur hann yfir á Benna sem er komið með pressu upp á Brynju sem ætlar að deflekta með miðjuna. En Friðrik vinnur hann aftur. Skaut upp, kemst fram hjá Baldri þarna. Kemur pekkinum á markið, það sem hann er fyrstur.
Þorsteinn vinnur uppkastið upp á staðum sem tekur skotið. Það munar ekki litlu. Illa var að skrína markmanninn hana. Styrmir reynar að komast fram hjá nokkrum Fjölnismönnum hana. Setur hann inn í miðju þar sem enginn var. En Þorsteinn vinnur hann aftur. Kemur hátt. Ætlar að gefa hann á Sæþór en veit ekki. Snýr við aftur. Og setur hann beint í. Hann komið breyka við hana. Skot framhjá. Þetta var hættuleg sending hjá Þorsteini. Bríet setur hann fyrir aftan markið en Styrmir, Sæþór segi ég. Setur hann í miðan Þorsteinn, hann kominn Fjölnismaður á fleifeld. Þeir vinna hann aftur. Þetta flott sending hana, yfir að Hinrik. Sem ætlar að fara að skauta í kringum en setur hann fyrir frá markið sem menninginn. Þar sem varnarmennirinn fór í skiptingu. Fjölnir finnur langa sendingu en nær ekki alveg að taka mótinni. Hart barist þannig í horninu. En þannig Hinrik sýnst meir en Benni nær að stoppa þetta. Í bíli allavega. En þeir vinna hann aftur. Skot og þetta blokkað hann að Dæni sýnst meir. Puckurinn kemst út. Hört brassa hann hjá Össuringum en sending kemst ekki að gegn. Touch hann en ekkert æsing. Sendingin, þetta var löng sending og Styrmi hana en Fjölnismenn komst í hana. Skot þarna, úff! Deflektað af Kilvu Össuring, sá ekki hvor þetta var. Kloppar næstu í Harald. Það er gaman að segja frá því að mamma mín er heima að horfa. Mamma, ef þú ert að horfa og ég skilaði kveðju til þín. Vonandi er svo stolt af mér. Þorsteinn á móti Baldri, Þorsteinn verður face við. Við erum að Bríð sem setur á kantinn þar sem Ylva er ekki alveg mætt. Og hann er kominn aftur niður. Styrmir setur hann aftur á battan en nú er Ylva komið þangað en nær ekki alveg að taka á móti bekkinum. Þorsteinn tekur hann fyrir aftast að degi mark. Sendir yfir á Sæþór. Aftur á Þorsteinn. Var ekki að með þessa sendingu. En hann kemur á ferðin núna. Tekur í miðjun á skot. Úff! Steikt í samskeytin hana. Þessi sending, Friðrik kemst í hana. Hún setur hann djúpt bara. Hann setur yfir þarna. Styrmir nær honum. Kött hann, úff! Hann þarf að vera svolítið trafík fyrir markinu. Hörðu, hann er flott move. Flott drive þarna hjá Sofíu. Afsakið, ég er með listanöfnum hérna. Ég þarf alltaf að leita númerinu. Flott sending hann í miðjuna á Kristínu sem tekur move. Köttar inn. Annað. Skýtur. Rétt svo varið. Fjölnir breykar út aftur. Puckinn sleppur undir kýlna hana og Benni hittar hann aftur djúpt. Mjög hört pressan hjá Össuringum. En puckinn endar á Dæníu í nútarsónunni. Hún ætlar Styrmir setur hann fyrir framan þar sem Þorsteinn er en kilvunni hans er haldinn í kurri. Kilvunni hans er haldinn. Ok. Þorsteinn nær honum hana í miðjunni. Hann tekur between the legs. Yfir á Styrmi sem klárar þetta ekki. Úff, hann munaði litlu að puckinn hefði skriðið undir.
Upp á Hinrik sem kemur á fleyferðina, tekur flott múf þarna, en kemst ekki fram að Styrmi. Flýr Andersson með puckinn, en Ylva hittir ekki, Ok, flott vörn þarna hjá Bríði. Það skot þarna sem endar á hliðin á markinu. Benni hendur honum til hliðar, Styrmir, SR ekki komið sér út. Það skot á markið, engin fyrir framan, Hallur ekki með að vera í þetta. Það komið svona loksins út og þá Styrmir kominn. Dómari! Já. Ég meina, ég held að þetta var þverki milli mála, að þetta hefði verið trippingdómur. Og SR hérna komið í yfirtölu næstu 2 mínúturnar. Baldur vinnur face-offið en puckurinn endar upp á Daníu. Setur hann niður á Kristínu en þannig að tekur Brynja á móti bekknum. Tekin hann niður en puckurinn kemst ekki út, heldur endar upp hjá Sæþóri sem hendur náttúrulega djúpt. Þannig að Friðrik ætlar að taka á mótunum. Hört pressuð, snýr sér þó undan. Upp á Sæþóri sem skýtur og þetta fer í Baldur sem kominn á ferðina. Skautar í kringum en puckurinn póstekar hann í burti. Sæþór tekur á mótunum. Fjölnir setur hann djúpt. Og Benni pikkar hann upp. En fellur hann við. Fjölnir þetta ekki verið út. 1 mínútur eftir af refsingu Fjölnis. Fjölnir eru bara rólegir. Herðu! Ná sendi ekki Þorsteinn, hann snýr við, tekur múf. Hann hægt að skoti hana. Snýr aftur við, setur hann upp á Benna. Það lappar einn, tekur slappar yfir. Bríð kemst í þetta. Og þeir vinna á halsinni. Þorsteinn, go! Hann setur hann á Styrmi. Sem setur hann upp á Bríði, en núna ekki alveg að komast í hann puck. SR búinn að vera í vandræðum að stilla upp inn í sóknarsvæðinu. Benni dettur aftur. Þetta endar með því að Haraldur fristir puckinn og uppkastið er tekið í varnarsvæði Skautafélags Reykjavíkur. Ennþá rúmar 20 sekúndur eftir af yfirtölu þeirra. Það var að Baldur gegn Friðriku í face-offinu. Sæþór nær pucknum, setur hann niður á Daníu sem er greinilega ekkert að flýta sér. Á meðan sekúndan tekja niður upp á Friðriku sem er hana ein. Alveg ein hana þarf að koma með henni. En hana kemur Fjölnir á hraðferð. Þetta fer í hliðarnetið. Hann á hættulegt færi á Fjölnismönnum. Þeir eru að spila hart, maður sér það. Heyrðu. Þorsteinn fekk eitthvað á högginu andlitið. Friðrika tekur bara snúninginn, setur hann á Styrmi sem kemst í gegn, hann mistar hann samt aðeins frá sér á Baldur sem setur hann á djúpt. Hvað er flautið hérna? SR 1, 2, 3, 4, 5, 6 menn á ís. Og Benedikt er sendur í boxið til að setja þann dóm. Sá ekki hjá hverjum þessi mistökum voru.
Núna er Benedikt kominn efst í deildinni fyrir flestu refsimínúturnar. 26 refsimínútur. Fjölnir vinnur þetta face-off yfir tölunni. Og hann er stíf pressa í Ylfu, puckinn dettur út fyrir. Kvatta hana inn. Náði ekki alveg skotinu af. En puckinn er laus ennþá. Dettur átt á marki, hérna munnaði litla hann að hann er að náða að setja hann inn. Puckinn kominn upp. Slappar inn. Og þá rennur fyrsta lóða út á meðan Fjölnir er ennþá í yfirtölu. Og ég segi bara ekki fyrir langt og við sjáumst aftur eftir korter.
Jæja, og styðst í að pekkinum verði droppað hérna á þessu flotta íshockey kvöldi. Staðan 2-0 fyrir SR, annar leikluti að hefjast. Fjölnir í yfirtölu, 5-4. Bríett ættu þannig og þeir eru komnir í færi hérna. Þeir eru á fórhundina, kemst ekki alla leið. Bökkurinn austur framan, en hún er með hrinsað burti á Bríetti. Skotið kemur. Þetta er blokkað hann af Friðriku. Sem fær pökkinn greinilega út þennan stað. Þarna fer pökkinn í hliðanleitið. Pökkinn er komið yfir þarna. Þeir eru ennþá með hann uppi. Skot, blokka af Kristínu. Og hann er daginn ekki komin út, en Friðrik nær honum. Missar hann samt í nútazónunni. Og Fjölnir komast aftur inn. Sending yfir og hann er kominn inn! Fjölnir skorar í powerplayinu. Og sér á hana, þegar hann fær pökkinn, skýtur bara, Halli sá ekkert. Og þetta er Hinrik sem er að skora. Hinrik er stigahæstur í deildinni og var að bæta á það með komið 21 stig í 7 leikjum spiluðum. Það er staðan 2-1 og við spilum 5-5. Ekkert æsing, Styrmir nær hún fyrst. Það er Baldur komin á ferðina. Kemst framhjá SR-inganna. Öðru setur hann á markið, hann er laus, en hann er hreinsað í burtu. Nú er Þorsteinn komin yfir hraða. En hörð pressa hana. Hann er hann tekinn niður. Sparkar hann upp, en tekur slagsút framhjá. Styrmir missar hann, skilur hann eftir horninu. Þetta var kannski smá seint hitt, en Benni pikkar upp bekkinn og bæði lið taka skiptingu. Þetta er svolítið seint. Læsing. Styrmir nær, hann að 23, en Styrmir nær pekkinum, hann er að missa frá sér. Fer inn, hann ætlar að taka múl þannig, en flott vörn og þetta endar líklega æsing. Fyrst og við vinnur Fannar. Og núna tekur Brynjan að henda honum aðeins frá sér þarna niður. Og Fjölnir kemur pekkinum úr varnarsvæðinu sínu. En þá stoppar Styrmir þetta, setur hann yfir á, Sæþór. Og Styrmir komin ferðina, hann er með Kristínu hinum inn. En hann skýtur og það er inni. Það er þá hat-trick hjá Styrmi, en mér skjátlast ekki. Þetta er 2-1 þarna. Hann var alltaf gáfulegast að skjótast. Alltaf gáfulegra að skjóta.
Hann gerði það á staðinn 3-1. Smá hamagangur hann í face-offinu. Ylva ætlar að taka puckinn inn en missar hann hana. Puckinum komið upp á kantinn. Skot framhjá. Hinrik nær puckinum, nei. Þannig að þurfa aðeins að stoppa og horfa upp, senda svo. Svolítið mikið svona stress í gangi. Fyrir ennþá einu sem hún sagði Sóðast þarna yfir en ratar ekki alveg kilvuna. Hjá Tryggva. En það var annað skot sem Halli á ekki með að verja. Benni ætlar að koma honum út og Styrmir nær að taka mótunum. En þannig Gabriel aðeins undan og nær að stoppa þetta. En þá kominn þriðja skot í sem það munaði litlu hana. Hann hefði náð rýbandinu. Hún segi ég. Högvin setur á battan upp á Birtu sem setur hann yfir og hann missir hann á Kristján er kominn en hún er ekki alveg að ná pekkinum á undan Henrik. Hann skýtur yfir en Fjölnismenn halda pekkinum minni. Birta setur hann djúpt á Sæþór sem kemur hann yfir á Þorstein sem er 1 á móti 2 hana, hann þarf varnarmálinn að koma upp supportið sko. Friðrika tekur hann, setur hann í battan og fara með Birtu en nær ekki alveg að komast fram með Axel. Hann fara allt og margir S-ingar skiptingu og þetta hótaði hættulegu færi en þá fáum við dóm. Tripping á, Baldur fær hennar tripping sem þýðir það að hann er kominn aftur í fyrsta sæti yfir flestu refsimínúturnar með 27 refsimínútur. Og þá er SR komið í annað powerplay. Sjáum hvernig nýta þetta. Fjölnir ætlar að koma honum út en hann fer aftan í Hinrik þannig að puckinn helst inni hjá SR. Benni skýtur hana frá come on. Benni skýtur hana frá svolítið þröngu færi. Puckinn fer yfir og Dagný nær ekki handlanum inni. Og Fjölnir kom honum í hreinsun. Halli nær ekki alveg að stoppa hana en hann endur hjá Benna sem komið núna fleyferð. Hann ætlar bara að fara sjálfur. Hann skýtur. Það er í hanskan á Elmari. Rýbandi losna hana en enginn var tilbúinn að taka það. Ylva setur hann upp á Dagný sem setur hann í skautan á Hinriki og hann fer aftur niður á battan og hann heldur þess ekki inni og þannig að Hinrik segi tilbúinn að ná í hann og hann er kominn einn. Það er skotið. Skor inni! Short-handed mark hjá Fjölni. Sjáum við hana. Kemst fram með Dagný. Ætlar að skjóta, hikar í 1 sekundu og Benni fer í blokkið og þá er staðan honum 3-2 og svo leikur honum jafnari 3-2 staðan. SR ennþá yfirtölu. Rökkvi vann hérna face-offið en SR vinnur puckinn fljótt aftur. Styrmir kominn í sónið, delayar, hann er með 2 á sér.
Ætlar hann að taka á báða en missir pökkinn. Þá Henrik kominn á ferðina. Ætlar að senda fyrir frámarkið en það tekið niður þarna. Og það dómur, við fáum dóm. Tripping. Hann endar illa með höfuðið í battanum hana. Hann kominn á flegi ferð hana. Sæþór að fara í boxið. Og þá spilað 4-4 í 43 sekundur og þá munu Fjölnir spila 5-4 sem eftir af þessum þeim 2 mínútum sem hann var að fá núna. Þorsteinn setur hann á Friðriku sem komin 1-1. Tekur fram hjá annað! Hann missar hann á langt frá sér. Pákinn setur í battan, Benni heldur hann inni og kemur hann djúpt. Það Friðrik að sýna sem fyrst í hann. Setur hann upp á Dagnýju. Hann skýtur það í blokka hana! Benni nær honum. Köttur hann í miðjuna. Skýtur og það framhjá. Skýtur aftur, hliðanetið. Það sendingi komin upp. Til leið hana. Og nú Fjölnir að spila 5-4. Bökkinn á lausunni framan. Ok, Halli fyrst þetta. Kristján að geta Baldri, hann vinnur þetta, það skot og blokka hann af Ylfu sem setur hann út. Og þá Fjölnir komin á flegi frá hann. En Essur ekki ná að koma þessum bekki úr hættunni en hann næst til flextanum inn, opinn í slottinu. Baldur býður með þessa sendingu en kemur yfir og hann ætlar að fá hana aftur en Kristján komst hann aðeins í þessa sendingu. Skot þarna af fari fer framhjá úr sónunni. Baldur pikkar hann upp. Komið með hraða inn í sónið. Ætlar að senda fyrir fram hann þar enginn eða hvað? Hann finnur hann á Friðriku sem kominn. Köttar. Pláss skot rétt framhjá. Flott sending hann á Þorsteini til að búið spil. Dagný með hann setur hann upp á Brynju sem one-touchar hann yfir á Þorstein sem missir pökkinn aðeins frá sér. Hann kominn yfir á Friðriku sem tekur bakkandamóf. Nei, vel varið þarna. Og það komið Þorsteinn lar honum aftur en missar hann aftur fyrir sig. Bökkinn endar hjá Benna sem setur hann upp á Kristínu. Hún með Ylfu, missar hann að pökkinn á bláu línunni en stoppar þó. Ok, Styrmir skýtur, fer yfir, fyrir þá sem sá það ekki. Sæður tekur move, sendir upp á Benna, sem skýtur og það inni! Mér sýnist það að hafa spiglað af einhverju Fjölnismanni en Benni að skora hérna og gerir stöðuna 4-2 fyrir SR.
Hinrik hérna með snöggar fætur kemst næstum gegnum vörnina. Hann bara rólegur fyrir aftan markið en þeir ná honum pökknum. Dagný Stærn hana. Hann ratar næstu upp á styrmi. Ylva skautar sjálf, köttar yfir hann, missir pökkinn aðeins frá sér. Setur hann á Dagný sem heldur hann ekki inni. Það er flott múf hana. Enda niður í horninu. Hjá Rökkva. En hann er komin núna í slottið. Stíf pressa hana. Essuringar er að halda þeim fyrir utan. Og Halli frystir. Þorsteinn Rettsson vinnur fyrst og hana. Kemur ekki út en Kristjana er hana. Hann setur hann í bottan á styrmi, hann er komin einn. Skot, hann hefði haft meiri tíma hana til að skauta að stæna markinu en þetta var hana, Herri, hann er smá, komin hiti. Herri, já, ok, ég ætla að sækja heimættuna. Hann reynir styrmir sendingu fyrir fram á markið sem ratar ekki. Baldur hérna. Ylva vinnur fyrst og vinnur pökkinn út af sonunni. Og, hann þarf hann að lyfta honum, pekkinum. En Essuringar núna komin í són, búin að stilla upp. Friðrik að setja hann. Sæþór missir hann út fyrir. Og Baldur skýtur pekkinum eftir flaut og er að fara í boxi fyrir það í annað skipti og hann heldur toppsætinu fyrir Most Penalized Players. Það var Essuringar að fara hérna í þriðja powerplay sitt held ég. Ekki besta nýtingin eins og þar sem við erum búin að fá 1 mark á sig í powerplay. Kannski breytist það núna. Fjölnir ná að koma pekkinum út stuttu eftir face-off. En Sæður stoppa hann fyrir aftan markið og setur hann upp á Benna. Sem finnur sendinguna yfir, átti að vera Friðrik en það er ekki alveg að taka móti þessari sendingu. Það er hörð pressa hana. En Fjölnir nær að setja hann aftur yfir. Halli stóð pöngin fyrir aftan markið og S reynir aftur að breyka út. Sæður setur hann aftur fyrir Rob Benedikt. Sem herri, Fjölnir er bara að vinna þessa pekki. Þeir eru að fortseka mjög vel á það. Það er ekki mikið að gerast. Fjölnir eru bara aðeins að senda á milli og á endanum setja hann djúpt. Búinn að drepa heila mínútu af þessu powerplay. Bara ná ekki brjóðast í gegn. Benning núna komið smá hraða. Kemur inn í sónið. Hæsta þess á hann með horninu og Fjölnir vinnur pökkinn aftur. Sæþór stoppar þessa sókn og herri, dómur á Benedikt. Hann er ennþá að elta hann. Ben er ennþá í öðru sæti svo, samt. Bæði Baldur og Benni í boxinu. Og við spilum 5-3. Sá ekki hvað það var fyrir, ég sá vel ekki dóminn.
Geta það verið húking eða eitthvað, það er slasjum ekki. SR kemur inn að bekkinum út. Já, þetta var interference hjá Benna. Fjölnir aðeins smá basti með þessar sendingar en koma þó skoti á markið. Halli nær ekki að grípa þetta og missir bökkinn í grísuna en það er að brynja fyrst bökkinn. Hann aðeins smá já, þetta var icing. Friðrika vinnur þetta á Dagnýju sem ætlar að setja hann út en hann endar upp í skot sem er yfir. Pökkurinn, honum er droppað á Byrtu sem setur hann í 8 markinu en rétt framjá. Brynja kemur hann út, nei, Dagný segi ég. Og Fjölnir break út. Hér kemur Gabriel á fulli ferð upp kantinn. Hann tekur move-en. Dagný póstekar hann annað skot hana sem fer framjá. Rökkvi setur hann yfir. Og það er sending í miðjuna. Aftur út. Rökkvi farin aftur niðri. Upp á toppinn og beint í hanskan á Haraldi. Nú er það Þorsteinn á móti Gabrieli. Þorsteinn endar með pökkinn og hreinsa hann svona á að hreinsa. Fast skot bara, eins fast maður getur. Alla leið niður og þá hafa bæði lið tímandi að stilla upp. Gabriel tekur hann pökkinn. Svas hann í miðjuna á Rökkva sem nær ekki taka skotið. En hann blokkar Þorsteinn skotið. Það var ekki icing af því að Elmar fór úr hérna Kristjáni til að spila pekkinum. Þá er Styrmir komin í pressuna. Kristján kemst til þessa sendingu. Þarna vill SR bekkinum dóm en slappari. Það var low pad en það var enginn lífbóndi fónir í hónið. 5 mínútur eftir að vera leikluta. Stíf pressa hana. SR komin út en aðeins smá miskilningunum milli Styrmis og náttúrulega er litli að þessi sendinga að fara í gegn. Sending inn í slottið munaði mjög litlu að hann hafi náð að tróða þessum plekki. Hörðu. Skotblokka Brynju sýnir mér. Styrmir það kom pekkin en missir hann jafnóðum. Drop sending sem ratar í kiluna. Og Baldur tekur róla og tekur snúning hana. Dettur, engin dómur hana. Styrmir setur hann yfir á, nei, Þorsteinn setur hann yfir á Styrmi. Hann er komin einn aftur. Í hanskan á Elmari. Ég held að Elmar sé alveg búinn að lesa núna sko. Hann gerir ekki sömu mistök og hann gerir í fyrsta markinu. Tekur spinn á Rama hana Baldur. Setur hann fyrir framann, pökkinn er laus. En honum er komið frá. Elmar setur hann beint upp á Byrtu.
sem skýtur hátt í liðsfélaga sinn. Þarna var handpass sem Henrik mótmælir harðlega og er mjög ósammála. Það var aftur Baldur gegn Friðrik í fæssufunni. Baldur vinnur þetta upp á Birtu. Settur djúpt, Danína ekki að taka mótunum. Benni pikkar hann upp. Chippar yfir á Friðriku sem er hann með Þorsteini. Ef hann finnur þessa sendingu setur hann yfir! Nó, það er inni! Flott spil hana. Sjáum hérna, Friðrika tekur þetta bara, þetta er bara svo borðleggjandi sending hana og Þorstein klárar þetta auðveldlega. Munurinn er víkkaður í 5-2, SR í vil. Og 3 mínútur lifa eftir af annar lóðu. Þorsteinn vinnur fyrst og auðveldlega á Brynju sem ætlar að setja niður á Friðrik en Pökkurinn endar að kýla andstæðinga. Þorsteinn tekur flott múf hana, er á bakhundina og þau eru komin 3-2. Hann ætlar að taka tótar ekki að missa pökkinn. Benjamin er í smá vandræðum hana, Þorsteinn vinnur hann aftur. Getur sett hann og hann setur hann aftur! Þetta 2 mörk getur skiptingu það! Og Þorsteinn er enn á toppnum í SR með flestu stigin, setur 2 hérna mörk í einni skiptingu. Hann er greinilega ánægður. Og Axel þarf bara að taka Þorsteinn út, hann er alltaf hættulegur sko. Friðrika vinnur hérna fyrst og Benna. Skauta með hann og setja hann djúpt. Mjög einfallega. Úff, hann er minna villan að fara enn og aftur. Þetta hafa verið eitthvað með. Hann er Fjölnir að breyka út, er í smá vandræðum hana. Gabriel setur pökkinn yfir. En Danny, já, nær að stoppa hana. Setur hann á Friðriku sem er komin í breyka við hérna. Ná, þið veldu dóm en ég held að hann hefði bara dottið. Og það var Henrik kominn á ferðina. Það er ekki bara svona mikið snjólan eða ekki, það er að missa pökkinn á sama stað. Og það er Ylva kominn pökkinn, hendur hann aðeins frá sér. Hann ætlaði að taka múf fram með Þorsteini, hann sá við honum og misti pökkinn. Styrmir ætlar að taka múf þannig að hann er póttsækjaður. Big hit hann af Þorsteini. Ok, hann kom dómur. Elmar er komin út af og Fjölnir reynir að spila 6 á 5 en Þorsteins touchar pökkinn og hann er að fara í boxið. Fyrir interference. Sýnist að vera Rökkvi sem liggur enn á ísnum. Hann er greinilega í miklum sársauka. En hann er að standa upp. Sem betur fer. Þá eru Fjölnir komnir í powerplay.
Friðrik á móti Baldri. Baldur vinnur hann en hann dettur út fyrir bláu. Birta byggja hann upp. Setur á Axel. Nei. Jú. Skotið. Halli verið þetta. Það tekur settur hann upp. Og hreinsar hann mjög örugglega. Hann missar bara bekkinum og klassu ákvörðan. Og afsakið mig. Kristján nær hann að bekkinum en missar hann og hann bótsekkaður af Sofíu niður. Þá Baldur kominn á ferðina eins og svo oft áður. Ætlar að fara í miðjuna en Sæður bótsekkar hann og þá nær Ylfunum. Og nær næstu því sendingunni yfir á Styrmi en þannig Sæður, hann kominn í gegn og það varur. Flott varsla hana, 22 sekúndur eftir af öðrum leikluta. Ylva er hérna í face-offinu á móti Gabriel. Gabriel. Og Ylva vinnur face-offið en Hinrik nær honum á undan. Ok. Benni er líklega að fara í bóksi hana. Eða hvað? Var ekki sem bara að flauta þegar hann er á ísnum með það? Já, ok, þetta var engin dómur. Já, hann var að flauta icing. Fjölnismenn halda þeir hafi verið að fá powerplayana en dómarinn er hann að útskýra fyrir þeim að það hafi bara verið flautað icing. Rökkvi tekur þetta flott múf fram með Benna, skýtur í hanskan á Haraldi. Þetta er hreinsað hana. Og þá lýkur annar lótu. Staðan 6-2 fyrir SR. Og við sjáumst aftur eftir 15 mínútur.
Jæja, þá fer þriðji og síðusti leikurinn að byrja. Friðrik að vinna hérna fyrst við, en Dani nær ekki alveg pekkinum. Setur hann samt upp á Friðriku, en hann endar í vörninni hjá Fulli. Gabriel setur hann upp á Rökkva. Sem tekur flott múf hana fram með Dani, heldur pekkinum með þá, bakhundin rétt framhjá. Friðrik rimmar hann yfir, en Kristján er ekki kominn þangað, hann á Rökkva nær á undan, en hann nær að halda í hann. Skot! Flott var hann í Halla. Það er Þorsteinn kominn inn á. Nóg orku, búinn að hvíla sig lengi. Setur hann í battan, en nær ekki alveg að komast í hann aftur. Benni tekur slapshot yfir, en það er spilað vegna þess að Kristján var í fyrstu marki. Komið upp á battan til kötturinn í miðjuna. Hann ættir bumpurinn líklega gótt í miðjuna, þá er Þorsteinn búinn að brjóta sig í gegn. Setur hann yfir að Kristínu, sem tegur hann með bekkinum, skýtur framhjá. Baldur mistir hann að bekkinum og Fjölnir er kominn 2-1, en þá nóg tími þannig að SR ná að koma tilbaka og stoppa þessa sókn. Þá sendir Sæþór á styrmi sem er með Friðriku. Hann skýtur í regnhlífarnar. Þarna Friðrik er tiltölulega opinn á kantinum. Friðrik snýr við. Finnur sendingun upp á Sæþór sem skýtur. Baldur blokkar þetta, en hann nær aftur pekkinum. Nær ekki að skjóta þarna. Og ræsing. SR á von á nýjum gömlum leikmanni. Egill kemur aftur og spila með þeim eftir jól, eftir að vera búinn að spila í Bandaríkjunum. Friðrik að vinna gegn Baldri, en Bökkurinn týnir smá. Hann sendur niður hann á markmanninn. Flott pressa þarna, en enginn nær að stoppa hann. Og Benjamin skýtur eftir flaut. Þetta er illa að séð sko. Hvað var það? Rangstaða, held ég. Styrmir á móti Fannari. Þorsteinn vinnur hann og hann sendur yfir á Friðriku sem var búinn að pústa sér far. Hótseka þannig milli lappana. Þorsteinn köttar inn, en missar hans á pekkinum, nær hann svona aftur í horninni. Reynir að finna Brynju hátt sem nær að halda pekkinum inni. Ekki lengi, en Sæþór nær að pótseka hennan. Friðrik með hann. Reynir að komast inn í miðjuna, en fyrir skautan á Fannari. Reynir að chippa hann út. Flott sendingu á Ylfu sem, hún hefur meira pláss. Kannski ekki. Það maður fyrir aftan hana. Bökkurinn er frystur og face-off tekið í varnarsvæði Fjölnis. Hann kemst hann fram með 2, bara með því að setja puckinn aðeins á undan sér. Það er sending hinum inn, finnur hann honum, nei! Benni núna þarf hann að skauta, en nei, hann nær honum aftur. Styrmir hann hana! Reynir skotið til framhjá. Þá er Rökkvi komin á ferðina, en tekið niður að benna hana og endar rangstöðu.
Baldur vinnur þetta aðeins og vel aftur á Elmar. En SN er að halda þessum pekki inni og stoppa breakout Fjölnis. Friðrik mætt hana og Sæþjórsson tekur skotið, það er enginn á markinu hins vegar. Þannig að þetta er auðvelt fyrir Elmar. Þorsteinn vinnur þetta face-off. Tekur snúning hana inn í miðjuna, hann er einn. Þetta fór í endan á kylfunni. Þetta er óheppið. En þessi heldur sig inni. Flott hana, heldur sig inn fyrir bláu línuna, upp á Benna. Skýtur. Og þetta var ekki erfitt fyrir Elmar. Sér allt. Reynar að finna Svasen. Bennin tekur skot framhjá. Steimir snýr 2 af sér. Setur hann niður á Friðriku fyrir aftan markið. Sem nær rétt svo í pökkinn en er stýrt pressuð. Þorsteinn kemur hann og pikkar hann upp. Benni setur hann aftur djúpt. Hann aðeins Styrmir átt að fara í pökkinn. En þá stíf pressa í SN-ingum. Pökkinn kemst hins vegar upp á Hinrik. Sem missar hann aftur fyrir sig og nær ekki alveg skotinu. Flott hitt hérna á Þorsteini. Og þá er Friðrik á Styrmir kominn áfram. Styrmir skýtur frá miðjunni. Og þarna hinum megin liggur Fjölnismaður á ísnum. Sé ekki hver þetta er. Sýnist viðkomandi vera komin á fætur. Hinriki hjálpaði henni út af. Lítur ekki út fyrir að hann muni spila mikið meira í þessum leik. En leikurinn heldur áfram. Að vinna fyrir sig fram, skýtur yfir. Mætti segja það. Vilja að teka hann aftur. Reynir að finna Friðrik í slottinu en það eru 2 Fjölnir sem er tilbúin í þessa sendingu. Brynjar kemur þessu inn á bekk Fjölnismannana sem er skáran að komast í breakaway.
Annars sendir Dagný beint á Sofíu sem endar með frystingu í hala. Skot sem fyrir skautana á Benna og Styrmir reynir aftur að taka move en missir hann. Það er Gabriel Tudeley ætlar að senda Sauce þarna yfir á Tryggva Styrmir en það endar að svo langt aftarlega. Styrmir komur aftur, skýtur aftur frá ok, dampar honum. Þeir svo hrætti pressuna en er einn. Brynjar stoppa puckinn hana, flott. Skýtur í hanskana Almar hana. Fjölnir koma bekkinn djúpt. Og það er Ræsing. Friðrik að vinna upp Brynju sem ætlar að finna Þorstein hana. Hann setur hann bara djúpt. Friðrik er þarna en nær honum og mistar hann fljótt aftur. Hann ætlaði Gabriel að finna sendinginu með hana en setur hann frekar yfir og rökkva. Svona ætlar að taka hringsnúninginn en er stoppað hann á 3 messeringum. Puckinn rættar ekki á kylfu. Þessi sending fyrir Ræsing. Og var svolítið mikið ísingu núna þessum leikluta. Þorstein nær að vinna þetta. Benni rimmar þessu upp á Axel. Þorstein blokkar þetta. Þau eru upp á Friðriki sem ætlar að skila eftir hendunum en hann nær ekki nokkuð hlað til að ná til pucksins. Það er Benni kominn, hann skautar upp. Niður í hornið. Setur hann eitthvað fyrir framann en rættar ekki á Friðriki sem var hana. Þannig að hún köttar í miðjuna. Skýtur! Rétt svo yfir. Kristinn setur hann djúpt á Friðriku. Og Benni nær að taka mótið hann á bláu og setja hann aftur djúpt. Axel kominn á ferðina, setur hann yfir á Sofíu sem nær ekki að taka mótið þessari sendingu. Dagný tekur mótið en setja hann aftur upp á Baldur sem tekur move fram úr Styrmi og köttar hann í miðjuna. Hann hefur pláss, skýtur, hann var skrín fyrir framan Halla og það er Chris violation. Það var Baldur kom hérna í miðjuna og það var skrín á Halla en svo dettur skrínið eitthvað aftur og bak á hann og eitthvað. Þessu hefur tekið fyrir utan varnarsvæðisringa. Þorstein á móti Gabrieli, Þorstein vinnur fyrst og við niður á Sæþór sem nær ekki að taka móti pekkinum. Whiffar hans þessa sendingu sem átti að fara á Brynju en Þorstein pikkar hann upp. Ætlar að setja hann á miðjuna. Hann ætlaði að setja hann upp á kantinn á Ylfu eða eitthvað en hann endar í miðjunni hjá andstæðinum.
Hann sendingin yfir opinn en hún finnst ekki og það skot sem Halli nær að verja. Sævar tekur á mótunum með Illu á kantinum, sendur upp. Hann Styrmir, finnur Styrmi. Hann skautar, hann kominn einn í gegn. Hvað gerir hann? Hann setur 4. í leiknum. Styrmir kom með 4 mörk. Við sjáum hérna að þetta bara auðveld sending í miðjuna. Hann fer bara í kringum hennan leikmann og setur hann far side á blokkurinn. Þetta bara einfalt. Einfalt breakout og einfalt finish. Styrmir með 4. markið sitt í kvöld. Illu setur hann upp á Friðriku. Hún skautar inn til Leyjar. Benna sem setur hann djúpt eða í Hákon. Benjamin tekur á mótunum, setur hann upp þar sem Friðrik nær í hann en mistar hann strax á eftir. Það var komið í battana sem Baldur er fyrstur. Skautar eftir honum. Ekki margir liðsfélagar með honum. Hann endar fyrir aftan markið hana. Baldur ætti að koma með henni í horninu. Setur hann upp á Benjamin. Upp á Birtu sem ætlar að skjóta að blokka Kristínu. Illu setur hann í battan fyrir Benna sem kemur á fleygiferð. Nær að halda í pökkinn. Kristína tappar hann hana. Benni nær ekki að halda í hann. Löng sending yfir á Sofíu sýnist mér. Þeim tekur move fram með Dagnýju. Nægir ekki alveg hvernig minna það sending opinn í slottinu á Gabriel sem finnst ekki. Þorsteinn skautar upp, setur hann á Styrmi. Sama sending að við sé oft áður. Og hann köttar aftur í gegn. Hvað gerir hann? Setur hann 5. Hann setur 5. Alveg eins og sitt fyrsta. Heyrðu. Styrmir með 5. markið inn í kvöld. Nánast alveg eins og það fyrsta. Tekur bara einfalt move í kringum, þarf ekki að gera hann eitt fancy, tekur bara í kringum varnarmanninn og rúfar bakhöndinu upp í samskiptin. Staðan 7-2 SR. Það er hérna búið að posta í live chatið. Helgi Bernhardsson segir áfram íshokkí, flott leiklýsing. Takk fyrir það. Ég hvet fleiri til að kommenta og hrósa mér og hvetja áfram leikmennina. Þorsteinn heldur áfram. Dettur hana. Ekki annað með þetta. Ég mista þessu, það er smá tækni vandamáli hjá okkur. En Fjölnir var að skora, við þurfum að sjá bara endursýninguna af þessu. Já, þetta er bara... Við höfum líklega farið... Við mistum að þessu, við höfum aðeins að reyna að díla smá tækni vandamáli hérna. Fyrst innilegar velverðingar. Þetta er komið í lag, sýnist mér. Og leikurinn heldur áfram. 8-3. Fyrir SR. 8 mínútur eftir af 9 mínútur eftir af leiklanum. Axel byrjar að skauta inn. Stoppar hann af Kristjánu Dagnýju. Það er eitthvað smá miscommunication hana en Kristján endar með hann. Ætlar að kloppa Axel hana. Og hann endur á að komast fram hjá
Ekki Friðriku og Kristján er hana með Ylfu með sér og Friðriku vatn á sig. Ylfa nær bekkinum, droppar nú Friðriku. Þá er Raukur komin á ferðina. Hann er með liðsmann með sér, setur hann undir kiluna Brynjus. Þetta hefur verið hæða dríl sko. Halli nær að koma púðunum á þetta. Friðrika gegn Baldri í face-offinu aftur. Sofía setur hann upp. Aftur niður og aftur upp. Hann lappar inn. Kominn í stottinn, Friðrika er þar til að hreinsa og blokka svo skot og Fjölnismenn stilla aftur upp. Tilbúin að ríkgrúpa. Hann setur djúpt. Þetta er ræsing. Ég tók í svona eftir, Benni er í boxinu. Hann er búinn að ná Baldri þá. Eða, nei, hann er einni mynd eftir Baldri. Og Essur er undirflöðu, ég tók í svona eftir því. Sending kemur yfir. Býður með skotið, en skýt samt. Þetta var tæpt þarna hjá Halla. Björknum kemur upp. Skot þarna. Sæður hann kjáttar inn og nær að hreinsa þetta út næstum því. Endar að fara í skautan hana. Sæður fyrir þennan pökk en kemst framhjá. Pökkinn er uppi. Fjölnismenn spilunum fyrir utan boxi að styrningum. Hann kemur skot loksins, en það er deflekta hornið. Cross-sending og Baldur sem Þorsteinn blokkar skotið hans. Aftur upp, hana. Og SN á að hreinsa nú til bálunina. Nú fær Fjölnir 1, 2, 3, 4, 5, 6 leikmanna ís. Og þá er SR í powerplay. 2 mínútur, 6 mínútur eftir að leikla komin. Benni með pökkinu uppi. Setur hann í púan á vagnmannum, hann hafði rýpað að geta komið. Þorsteinn er að halda þessu inni. Sterkur hann það og sendingin eftir komin yfir en hann veist ekki alveg. Pökkinu með rimmað á Sæþór. Sem skýtur að enginn á markinu og rýpandi kemur á Kristínu. Setur pökkinu upp í markið. Herðu!
Allt að sjóða upp úr hérna. Mér sýnist verið að senda markmanninn þeirra Elmar út. Hann er að fá game misconduct. Þetta er eini markmanninn þeirra, ég veit ekki alveg hvað gerist núna. Ég sá ekki alveg hvernig það byrjaði. Hákon er ekki að tala við þjálfarana hérna. Kristinn er sendið í boxi. Ég held að þurfti bara að senda eitthvað af vísnum í boxi. Ég veit ekki að ég verð að viðurkenna, ég veit ekki hvað er í gangi hérna. Gerlega einhver bið. Ég veit ekki alveg hvað er að gera í þessum markmannsmálum, en við sjáum bara til. Það er hlé á leiknum með Fjölnir klæðum. Ok, þannig að Fjölnir er að klæða upp nýjan markmann og það er hlé á meðan. Vítamark SR skora leikmaður nr. 10, Kristína Davíðsdóttir. Eftir stóðsendingu frá leikmann nr. 13, Sæþór Atlasinni og leikmann nr. 88, Ylvu Bjarnadóttur. Í framhaldinu fær leikmaður nr. 10 hjá SR 2 mínútna refsingu fyrir röffing. Og svo fær leikmaður Fjölnis nr. 32 fyrir 10 mínútur fyrir fækking.
Já, er nýr markmaður Fjölnis kominn. Og vonandi getum við loksins hafið leikinn á ný. Og í markið hjá SR er kominn Ásgrímur. Nú, hvað, verður spilað 4-4 í 2 mínútur og svo seinni 3 mínúturnar 5-4 fyrir SR í Vilsandar. Ég held að það sé svoleiðis. Emilian Rán er kominn í markið hjá Fjölni. Og þá hefst leikur nummer 9. Gabriel vinnur þarna leikinn. Nei, vá, ég þarf að afsaka mig, ég meinti uppkastið. Og hann er opin sending sem fer ekki, Rökkvi nær ekki að taka á móti og það endar í æsing. Þannig er forecheck. Þorsteinn fær eitthvað smá högg á sig, stendur samt aftur upp og Rökkvi að setja svo saman en Benni missir hann aðeins frá sér en hann kominn fyrir hana. Missir hann samt aðeins til hliðar hana. Þá er Rökkvi kominn 1-1 með Þorsteinn í bakinu. Skítur, big save! Ási með fyrsta saveið, huge stop hana. SR tekur timeout. Ég að Fjölnir að tala mikið að lock in núna. Þeirra eigin orð. Og SR búið að undirbúa eitthvað play sem þeir ætla að prófa. Sjá hvernig gengur. Bara til vinnu face-offið að Dæni sem þýttar hann Benna. Og fyrir ekki kominn! Nei! Benni nær ekki að skauta með pökkinn. Dæni fær hann aftur, setur hann á Friðriku. Setur hann á Þorsteinn sem ekki með kýluna í ísnum. Droppar á Dæni. Yfir á Benna. Svo labbar inn. Skýtur hann í. Og Friðrika setur hann eftir rebound. Sjáum endursýninguna. Benni skýtur hann. En reboundið þetta frá, Dæni skýtur
varið og Friðrik er bara rétt staðar tíma og setur hann inn. Styrmi vinnur fyrst á Daníu sem setur hann í battan og Styrmi aftur sem kattar inn en missir bökkinn aðeins aftur fyrir sig. Styrmi nær að vinna hann aftur, setur hann yfir missir hann aðeins jafnvægið. Benni pókar hann aftur niður. Bökkinn er sendið yfir á Fannar sem hana missir hann aðeins aftur fyrir sig og Ylva nærmum hana, setur hann yfir á Styrmi en hann er bótsekkar á honum og þá er SR fullskipað og spilar núna 5-4 í 3 mínútur. Styrmir nær komum í gegn, tínir hann pekkinn á manni í löpunum. Þorsteinn tekur á mótunum, hann ætlar að kötta í miðuna en grífur pökkinn aftur, setur hann fyrir framann og Friðrik setur annað með stóðsningu frá Þorsteini. Sjáum hérna bara, þetta er bara, hún er alveg opinn hana og bara flott sending, flott finish, einfalt play. Staðan 11-3, 3 mínútur eftir á leiknum. Friðrik andur pökkinn, setur hann upp á Þorstein aftur. Hæstik hann á Styrmi. Sendir hann í miðjuna sem endar á Kristínu sem ætlar að skauta núna. Droppa fyrir Friðriku flott hana sem tekur múin í miðjuna. Setur hann yfir á! Ylva! Ylva nær ekki að klára þetta. Setur hann upp á Kristínu sem nær ekki að taka með í bekkinu. Missar hann, hann er Sæþór! Þetta var varið, ætla hann ekki, þetta ekki hefur verið fyrst á hann misti pökkinn. 2,5 eftir af leiknum og 2 mínútur eftir af penalty Fjölnis, refsingur Fjölnis. Þorsteinn reynir að vinna hann upp á Kristínu en hún er komin í miðjuna þegar. Sæþór setur hann djúpt. Það sem Styrmi vinnur hann. Tekur múin í maður á Þorsteinn á bakhöndinni, setur hann aftur á Styrmi rétt framhjá. Baldur rimmar honum og Sæþór heldur þessu inni. Skítur, hann hefur nóg pláss. Og pökkinn tæpir hana. Það er kallað spila. Og Dagný pikkar hann upp. Sendir, svolítið aftarlega á Styrmi. Þannig að Fjölnir er í sókn hérna. Tekur tótar ekki en nær ekki alveg, smá árekstur hana. En Styrmi nær á endanum pekkinum. Tekur eitt move. Annað sem missir pökkinn en Sæþór tekur hann, Freyja er komin í rangstöðuna. Hanna flott, Þorsteinn vinnur pökkinn og setur hann beint yfir á Friðrik sem setur hann á Ylvu! Sem missir pökkinn aftur fyrir sig. Brynjar setur hann inn fyrir Friðriku og hún hvað er það, 3 mörk á 4 mínútum eða eitthvað. Mörkin halda fram að raðast inn. Það er bara einfalt yfir á Ylvu, hún missir hann aðeins aftur fyrir sig. Brynjar nær að taka þetta, setur bakað sendingan á Friðriku og hún klárar það bara.
En leikurinn ekki búinn, allt getur gerst. Erna Rún Magnúsdóttir heldur greinilega með SR. Kommenta hérna í liveið áfram SR. Hvet fleiri til að kommenta. Ylva pikkar upp puckinn, setur hann í battan, en hann eitthvað... Sagði að sparka puckinum en hitt hann ekki alveg yfir á Friðriku sem með Ylva á hægri kantinum en nær ekki alveg að koma puckinu þangað. Þorsteinn stoppar hann þarna. Kirill, ég veit ekki hvernig ég seti rétt, Kirill. Fortsekkar hann að puckinn ratar ekki út. Já, þetta var svett. Það var út fyrir 48 sekúndur eftir. 12-3 fyrir SR. Kristjana vinnur face-offið á Dagnýju. Sem setur hann djúpt. Reynir D2D hana. Styrmir þarf að fara í pressuna en hann bakkar. Þannig að Baldurinn er pekkinum. Kvartar inn. Snýr við og Styrmir nær að stela hann með pekkinum. Hann kom á stað, missti pekkin í nútalsónunni. Yfirtala stillinga er búinn og 15 sekundur eftir á leiknum. Fjölnir að reyna að bæta hérna einu við fyrir leikslokk. Ylva vinnur hann. Nær ekki komin á Styrmi en fucking Brynja. Missar hann líka. 3 sekundur, 2, 1 og þessi leikur kemur á enda. Staðan 12-3 fyrir SR. Yfir höfuð jafnleikur allan að fyrstu 2 leikhlutana. Smá basl báðum megin að break út en svo fórst á atburðarás í 3. leiklutu sem var til þess að SR átti yfir höndina síðustu hálfa 3. leikluta. Síðustu hálfa 3. leikluta og þess vegna endaði leikurinn 12-3. Ég vil þakka áhorfendum fyrir að horfa og hlusta. Ég biðst afsökunar á því að kunni ekki nöfnin á öllum liðunum. Vonandi skemmt ykkur vel að horfa á leikinn og við sjáumst aftur síðar.